svona róleg programma. Vá, já. Og nú ættum við að fara eins í þessi orð. Það er nefnilega að þið voru að segja mér hérna áðan að það er svo mörg orð á færisku sem að þýða eitthvað allt annað á íslensku og öfugt. Getið þið gefið mér eitthvað dæmi? Já, hvaðan þú fyrst? Ég fyrst? Ok, ég tek eitt auðvelt. Nei, ekki taka auðvelt. Já, svo sagt, að þegar mamma var að skamma mig gamla dagar, svo segi, fer inn í kamarið við þær, inn í kamarið, ja? Sem sagt ekki úthús, eða maður fyrir ekki út að pissa, það er bara farið inn í herbergið þig. Þannig að kamarinn, það þýðir í rauninni bara herbergi? Já. 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 En hvað með bara rúm eða sæng eða eitthvað þannig? Já, það er allt náttúrulega allt öfugt, þú veist, rúm, það er herbergi líka og sæng, það er dýnan sem við sögum á. Já. Og dýnan, það er sængin, þú veist, þetta er mjög ruglislegt. Herðu, ég tók eftir þegar við varum að syngja á þann og þá sagðirðu mig langar í rúnstykki í kvöld. Hvað þýðir það? Rúnstykki? Já. Ná, ég lunga í rúnstykki. Já, mig langar í rúnstykki. Ég bara, þetta lítur að vera eitthvað pínur svona... Rúnstykki, það er svona bollur, bakarabollur. Ok, ég held að það væri eitthvað klúrara. Íslendingar eru líka... Er það ekki með rúnstykki hérna? Jú. Þetta var bara vennlegt. En lentir þú oft í því bara þegar þú fluttir til Íslands, eða komst hérna til Íslands í 4 ár, lentir þú þá oft í því að eitthvað svona misskilningi? Já, mjög oft. Til dæmis sniðugt. Það er til skrítið á færisku. Já, svo Þú veist, snið. ef einhver sagði eitthvað var sniðugt, þá var ég alltaf, er það? Finnst Eins þér og þetta sniðugt? ég myndi segja að fólk... Já, mér finnst það mjög, bara... Ég myndi segja að fólk frá götu er mjög sneti. Já, en það þýðir að það er skrítin, ekki sérstaklega. Er eitthvað önnur svona dæmi, fannst þér eitthvað tímaðan eitthvað vera bara dónalegur við þig? Já, til dæmis ef einhver bað mig að borða áganginn eða, þú veist, ef einhver fór að fleygja sér og svona, það finnst mér mjög dónalegt. Það er þess að dónaorð að færi. Það er mjög dónalegt. En ég sá hérna áðan þegar vorum að skoða myndir til færir, og það er svona ekta færist allir dansandi í hring og svona, og víst að þið eru búin að syngja fyrir okkur, þá var ég að hugsa hvernig þið væri til að dansa fyrir okkur líka. Færiska dansinn? Já. Þetta er mjög flókið. Einhver Íslendingar til í að hjálpa okkur þetta? Já, en það gerist bara ef að, þú veist, við fáum góða hjálp frá ykkur. Við fáum... Dæmis bandinu. Ef ekki bara koma okkur hérna á sviðið, og fá okkur hérna í salnum og strákar þið, slepp ekkert. Svo ætla ég að fá þig hérna í rauðabollum, þú ætlar að koma. En sniður. Þið hérna tveir, og þið kannski. Sniður. Við ætlum að læra færiska að dansa, þið ekki til í það? Að við kenna þér? Að við kenna okkur? Herri, nú takkum þið bara stjórnina, hvernig á maður að vera? Já, svo sagt, einn hönd yfir. Já, sem sagt, hægri hönd yfir. Hæ? Hægri hönd yfir. Já. Yfir höndna. Og undir. Og hérna, já, og svo er hérna glimurdansur í hölldans. Slægering, glægir rúja, Noregsmenn til Hildar Ting. Munið eftir þessu? Það er búin að læra þetta. Ok, byrjum á 2 skref hérna. Til vinstri. 2 hérna. Nei, 1 hérna. Og 1 til hægri. Ok, byrjum á því. 1 og 2. 1 til hægri. Mjög hægt. Og svona sett. Á hægra fótinn bara slá hann aðeins. Hægra fótinn. Þú sláðu það aðeins. Já. Og svo syngjum við það. Já. Ó, já. Glimurdansur í hölludans, slægering, glægir rúja, Noregsmenn til Hildar Ting. Og í Noreg búa ræstir menn, Torkund og Svöra brúka, giltan, tjálma, hötti, báru, vildu for ungum luka. Glimurdansur í hölludans, slægering, glægir rúja, Noregsmenn til Hildar Ting. Og í vujtjene vaksa með vor upp, Haraldur nefndur á nánu, vuja gítinu í Noregslandi, bæja verstu gánu, glimurdansur. Já, við ætlum að halda áfram að dansa færiska dansa og við ætlum að fara í örstuttar auglýsingar og sjáumst eftir skamma stund.
Já, er þetta bara ekki komið gott? Kæra þakkir. Og takk fyrir, nú með þið fá okkur sæti. Takk. Nú með þið fara að setjast. Kæra þakkir, takk. Og takk fyrir þetta, Jeppan. Takk fyrir komina. Þetta hleypaður að halda fyrir að klippa. Já, fyrir alltaf klippa. Og hérna dansið alltaf í svona matabúðum og hérna hafið svona stuð. Já, það mjög oft, að þú veist, á lok kvöldsins, ef það eitthvað sérstaklega brúðkaup til dæmis og eitthvað svona, þá endar kvöldi alltaf á þessu. Á þessum dansi. Já, og þetta eru mörg erindi, það ekki? Já, það getur alveg farið upp í 300 erindi. Já. Þetta tekur marga klukkutíma. En hérna, fólki finnst þú oft vera bara svona halv íslensk eða allavega svona 1/4 Íslendingur og ég ætla að fá inn næst hérna konuna sem að dróði til Íslands. Það hún Ólöf Harðardóttir söngkona. Skulum gefa henni gott lag. Gaman að sjá þig. Og þú ert alltaf kölluð Ólöf Kolbrún, það ekki? Ólöf Kolbrún Harðardóttir. Já, ég heiti það, sko. Já, þú heitir það, menn ég. En ég nú kölluð, oftast ég kölluð svona, þeim nánustu bara Óla. Óla, já. Og við erum það, og hérna, við erum það nánar. En það nú bara þannig, þegar maður í tónlistarbransanum, þá maður nú yfirleitt ekki hátíðlegri en það. Nei. Ég hugsa að hérna svona flesti kalli mig það. Segðu Það versta þegar ég kölluð Ólöf K. Af því eins og pabbi minn sagði að ég var ekki skýrð K. Nei, sko allan ekki kalla það. En mér langar að byrja að spyrja ykkur, hvernig lágu ykkar leiðir saman? En þá byrjaði ég náttúrulega í Færeyjum. Óla kom til Færeyjar og var að kenna söng í Þórshöfn og ég fór í söngtíma til hennar. Og hvað leiddi svo til þess að þú bara ákveður að bjóða henni með þér til Íslands og inn á heimilið? Gera hann auðvitað Íslendingi svo Já. við getum eignað okkur hérna. Nei, það var bara svoleiðis að ég var búin að koma nokkrum sinnum og hún var búin að vera hjá mér og ganga vel og ég náttúrulega heyrði að hún var með gull í hálsinum og ég reyndi náttúrulega mikið að brýna fyrir henni að fara vel með þetta. Svo var það einhvern tíðan þegar ég kom og hún kom í tíma að þá leið henni svolítið illa, þá var hún búin að syngja mjög mikið og frá því þetta var svona millið þess að ég kom í september, október og svo aftur í janúar og hún var búin að, já, hún var bara þreytt og ég heyrði það á henni og ég sagði við henni, nú verður þú að hvíla þig. Og hún var sjálf, sko, skildi ekkert í því það hafði aldrei hent hana áður að hún náði ekki lengur hæstu tónunum sínum. Hún sagði, hvað að gerast? Hún hafði náttúrulega bara alltaf sungið og átti ekki nokkrum vandræðum með þetta. Svoleiðis að ég sagði henni að það væri svo lítið sem að þyrfti að laga og svo talaði ég við foreldrarnar og spurði hvort þau væri ekki til í að leyfa mér að fara með hana heim til Íslands í svona halva mánuð. Ég ætlaði að fara og láta lækni líta á hana og ætlaði svona að kenna henni svona ýmsar viðbótarreglur sem hún vorum ekki búin að fara í. Og hún var hérna í 4 ár. Í 4 ár? Hún bjó hjá mér í 3 og svo fór hún og leigði sér íbúð og vildi pröfa að búa ein og hún svona fullorðnaðist á meðan, það ekki? Og var hún þá að vinna svona heimilisverk og svona hjá þér? Ég var að þvó húsið. Já, sko, hún náttúrulega bjó í húsinu og þeir sem búi í húsinu eiga allir að leggja eitthvað, sko, leggja hönd á blóð. Hún gerði það líka, já. Hvernig fannst þér að koma til Íslands? Það var bara, mér fannst það æðislegt, mér fannst Ísland bara, ég var bara ástfangin af Íslandi og þessu fjölskyldu, þú veist. Og þetta var bara svo heimilislegt að koma hingað og mér fannst gaman að fara í söngskólan, í söngtíma og ég fekk fullt af nýjum hugmyndum og þú veist, þannig að ég var hérna í 4 ár og ég sakna ennþá að vera hérna þó að ég bý í Danmörku núna. Er ekkert erfitt þegar þú ert að syngja svona mikið að halda röddinni einhvern veginn svona alltaf ferskri, að vera ekki þreytt og svona? Jú, það er nefnilega það sem getur verið svolítið erfitt stundum en þess vegna var rosalega mikilvægt fyrir mig að fá söngkennslu frá Ólu og þú veist, fá að læra hvernig ég á að fara með röddina, þú veist, þegar maður er að syngja svona mikið.
Ég ætla að sýna þér næst, það er nefnilega búið að vera ansi mikið að gera hjá þér. Þú er búin að gera fullt. Ég ætla að sýna þér næst smá brot, svona frá þínum ferli.